Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Reykjanes hefur hlotið vottun sem jarðvangur eða geopark. Við kynnum okkur hvað það þýðir að vera geopark. Póstkortum rignir nú yfir Myllubakkaskóla í Keflavík. Við komumst að því í þættinum hvers vegna. Í síðari hluta þáttarins förum við með iðnaðar- og viðskiptaráðherra út á Reykjanes og svo endum við þáttinn í Höfnum þar sem haldin var hátíð á ljósanótt. En við byrjum þáttinn í Reykjanes geopark. Segðu mig frá þessari vottun sem að Reykjanes jarðvangur var að fá. Já, við síðastliðinn laugardaginn þar síðustu helgi þá fengum við vottun Evrópsku geoparksamtakanna sem eru í tengslu við UNESCO. Við mögum kalla henni Reykjanesið geopark og njótum þá þeirra viðurkenningar þessara samtaka. Við þurftum að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að fá þessa viðurkenningu og það að fara í gegnum þá vinnu og uppfylla skilyrðin nú held ég bara mesti ávinningur fyrir okkur að ná þessari samstöðu og því sem við höfum verið að gera. En viðurkenningin hún felur það í sér að við megum nota þeirra merki, við fáum aðgang að þeirra sérfræðinganetti og mun styrkja okkur í markastarfinu sem er þá framundan. Hvað er að vera geoparka jarðvangur? Það er rauninni felur það í sér að við tökum höndum saman í því, þetta er rauninni atvinnuþróunaráætlun, þetta er þróunaráætlun uppbyggingu ferðaþjónustu og fræðslu sem byggir á einstökum jarðminjum og við erum þá að nýta þetta svæði sem við erum með hér inn í okkar starf. Svona ef við tengjum þetta við ferðaþjónustuna þá er eitt meginatriðið í þessu að koma í veg fyrir að verði leki út af svæðum. Að menn sé ekki að koma og nýta sér jarðminjarnar eða nýta sér náttúruna og tekjurnar fara eitthvað annað. Heldur erum við að horfa á að vera þá svolítið lókal, maður getur sagt svo, nýta þá ferðaþjónustu sem er á svæðinu og samgöngufyrirtæki og hótel og veitingastæði annað slíkt sem er á svæðinu og reyna að byggja okkur upp sem eina heild. Hverjar eru svona helstu áherslurnar í Reykjanes jarðvangi? Við erum að leggja áherslu á auðvitað jarðminjarnar, við erum geo í geopark og það eru flekaskilin, það er jarðvarminn og allt sem því tengist sem er okkar kjarni og við byggjum á. En við erum að leggja áherslu á það að fólk sé að koma inn og skoða jarðminjarnar og í rauninni á vellíðunar ferðamennsku. Það sem Bláa lónið hefur að byggja upp hjá sér og við höfum hérna í sundlaugunum í kring spa. Svo er það þá þessu tengist eru gönguferðir hérna svæðin, að hlaupa í náttúrunni er mjög vaxandi sport, að hjóla í náttúrunni er mjög vaxandi sport og síðan þá jóga og hugleiðsla í svona umhverfi er stórkostleg upplifun, þannig að það er að vera geo og vera í vellíðan, það er það sem er okkar. Hvað mun þetta þýða fyrir fyrirtæki á svæðinu? Hvað geta þau gert til þess að nýta sér þennan stimpil? Þau geta nýta til dæmis í markastarfinu. Við erum nú með eitt dæmi hérna í Grindavík að gamla festi sem nú er orðið hótel. Þeir nýta sér þetta tækifæri og nota það að vera geo, að vera með jarðminjar í sínum innréttingum og hótel heitir Geo Hótel Grindavík. Þannig að þau ná tengingunni þar inn. Veitingastæðirnir hafa síðan verið að leggja áherslu á staðbundið hráefni í sinni matvöru. Salthúsi til dæmis í Grindavík og Vitinn í Sandgerði og þau eru þátttakendur í verkefni sem við erum að vinna með norskum og sænskum jarðvöngum og í Kanada sem heitir GeoFood og það snýst að nýta lokal hráefni í matagerð og koma því á framfæri. Þannig að fyrirtæki geta nýtt sér þetta í sínu markastarfi og þá fengi ráðgjöf og aðstoð frá okkar starfsfólki og tengingar við fólk annars staðar í öðrum geoparkum. Því þetta jafnvel að menn geta merkt sína framleiðsluvörur með þessu merki? Já, og það er það sem við erum að horfa á að Katla jarðvangur til að mynda hefur gefið út merki sem er þá fyrir lokal vörur framleiddar í jarðvangi og við erum að undirbúa slíkt þess sama og við sjáum fyrir okkur að veitingastæðir geti þá merkt rétti á matseðlinum með merkinu þannig að kúnninn veit, hérna er geoparkmerkið, þetta er matur sem er þá með hráefni úr héraðinu. Gæti fiskurinn á svæðinu fengið þetta merki? Já, og það er það sem við erum að horfa á Vitinn með krabbann og salthúsið hérna með saltfiskinn og Bláa lónið er alltaf að nota fisk úr Grindavík. Þannig að hérna geta menn þá verið að merkja sig svæðinu sem er og þetta náttúrulega eitt stærsta matvæluframleiðslu svæði á landinu. Við erum með öflugasta sjávarútveginn á landinu hérna á Suðurnesjum, þannig að við höfum nægt tækifæri þar. Þetta var langt og strangt ferli að fá þessa vottun.
Já, það var mjög skemmtilegt. Við reyndar erum með þeim fljótari sem hafa fengið þessa vottun. Katla, þetta tók rúmt ár hjá Kötlu hérna Jarvangi. Þeir voru með lifandi eldfjall, það er voðalega erfitt að segja við það og sé ekki merkilegir. En þetta ferli sem hefur tekið okkur 3 ár og hefur gengið prýðilega og verið vel haldið utan það og okkar verkefnastjóra Girti Sólberg. Flest þessi svæði sem að fá vottun núna eru búin að vinna þessu í 10-15 ár. Og þannig að okkur hefur gengið prýðilega og farið svona þessa íslensku leið í þessu. Við sóttum bara fengum athugasemdirnar, brugðustu þeim og lögðum inn endurbætta umsókn. Mjög mikið af þessum svæðum að vinna og giska í eyðurnar og vona þessu tilbúin, en við náttúrulega bara létum slag standa og erum að uppskera núna. Og þið eru búin að opna, má segja, upplýsingamiðstöð í Reykjanesbæ, en þið ætlið síðan eitthvað að dreifa ykkur svæðið líka? Já, við opnum í mars svona landsluta miðstöð fyrir ferðaþjónustunni í heild sinni og gestastofu í Geopark sem þá okkar aðalstöð. Síðan verða opnaðar þá minni stofur í öllum hinum sveitarfélögunum og við erum núna að opna á nýju vefsíðan okkar, reykjanesgeopark.is. Þannig að sýnileikinn að aukast. Við höfum verið að nota fánan okkar meira og merkin eru komin upp á brautinni og við erum búin að vera að vinna því að gera okkur sýnilegri. Og núna þegar merkið komið, þá samt hlýtur að þurfa að halda áfram ykkur vinna bara til þess að viðhalda þessari vottun. Já, og nú hefst vinnan aftur á fullum krafti. Við þurfum að standa okkur til þess að halda vottuninni. Við þurfum að endurnýja hana reglulega og Katla var einmitt að fara núna í gegnum sína endurnýjun eftir 4 ár og þau fengu endurnýjun á sína vottun. Þau þurfa að vinna í ákveðnum atriðum og við þurfum að vinna í ákveðnum atriðum. Fókusin í okkur núna út á Reykjanesi og síðan við Brimketil. Við ætlum að halda áfram að byggja upp þessa ferðamannastæði og vonum að ferðaþjónustan bregðist vel við og nýti tækifærin að byggja upp þjónustu á þessum stöðum í leiðinni. Einn góðan veðurdag nú í haust tók póstkortum að rigna yfir Myllubakkaskóla í Keflavík. Það gerðist í kjölfar þess að nemendur í valfagi í skólanum ákvaða að birta mynd á fésbókinni þar sem óskað var eftir póstkortum frá útlöndum. Verkefnið stækkar dag frá degi og nú hafa borist hátt í 500 kort til skólans. Freydís Kneif Kolbeinsdóttir sagði okkur frá þessu skemmtilega verkefni. Hugmyndin bara svo að við erum með valhóp hérna í Myllubakkaskóla sem að ber heitið Erlend samskipti. Við ákveðum að byrja að nota internetið, nota Facebook og við póstuðum mynd, það bara sló þögn á hópinn og við póstuðum mynd á hópnum þar sem þau óskuðu eftir póstkortum og lofuðu að senda þeim tilbaka sem sagt, ef fólk skrifa heimilisfangi setja póstkortið þá fengið það póstkort tilbaka. Ekki svolítið gamaldags að vera að senda póstkort? Nei, gamaldags? Nei, það allir að senda póstkort. Jú, það er svolítið að detta upp fyrir. Þannig að líka gaman fyrir að kynna krokkanum fyrir hvað eru póstkort. Ég efast að þau hafi sendt póstkort og frímerki, þau þekkið ekki, krakkar í dag. Það er líka gaman að kynna þeim fyrir því. Og myndin af bekknum fór á fésbókina með beiðni póstkort og hver hafa viðbröðin verið? Viðbröðin hafa verið ótrúlega góð. Henni hefur verið deilt rúmlega 1300 sinnum sem betur fyrir ekki meira. Þar sem við erum búin að fá 411 póstkort nú þegar og frá 6 heimsálfum. Við hefum fengið mikið af skilaboðum, fólk hefur kommentað mikið á myndina, ég hef fengið persónuleg skilaboð frá alls konar fólki, frá kennurum sem hafa verið óskað eftir meira samstarfi, frá frímerkjasöfnurum sem eru óskað eftir ákveðnum frímerkjum, frá póstkortasöfnurum og alls konar fólki. Og hvernig eru þið að nýta þessi póstkort? Eins og staðinu núna erum við ekkert fyrir að nýta þau öðruvísi en það að við erum byrjað að svara þeim, en hugmyndin svo að koma þeim í meiri vinnu og ekki bara með þessum hóp, heldur jafnvel öðrum bekkjum. Jafnvel í einhver svona fjölmenningar þema. Þið eru með ykkur að tölfræða bak við þetta, svona hvaðan póstkortin hafi verið að koma? Já, þau eru reyndar að taka saman tölfræðina, ég var nú aðeins búin að kíkja á hana. Evrópa náttúrulega ótrúlega sterk og kannski eftir að það eru fyrstu kortin sem berast okkur. Og það verður nú að segjast eins og að það ýmislegt sem kemur óvart. Finnar eru ótrúlega duglegir að senda póstkort, sem og Þjóðverjar og Hollendingar. Danir, ég held að þeir viti bara ekki hvað póstkort eru. Við höfum ekkert kort fengið frá Danmörku, frændum okkar. En áttu þið von á þessum viðbröðum svona við þessari mynd og það sem gerðist með póstinu bara nokkrum dögum síðar? Nei, ekki krakkarnir. Jú, vissulega ég alveg vona á að við fengjum slatta póstkortum, kannski ekki 400. Ég spurði þau í upphafi hvað halda þau að þau fái mörg póstkort í lok 9 vikna, þetta 9 vikur þetta námskeið. Og þau heldu að þau fengið á bilinu 10 til 70 póstkort á þessum 9 vikum.
Þannig að við erum búin að fara lítið fram með það. Og kortin enn að berast, við fengum 28 kort í póstinum í dag. Og hvað fólk að segja í þessum kortum? Þau eru að segja ótrúlega margt og þetta eiginlega skiptist í 4 hópa. Fólki sem skrifar okkur eru oft kennarar og nemendur, fólk sem hefur komið til Íslands, fólk sem langar að koma til Íslands eða fólk sem er að safna póstkortum og frímerkjum. Þetta er svona þessi 4 helstu hópar og krakkarnir eru að fá ótrúlega mikið af fallegum orðum. Það er mikil kærleikur og það er mikil hvatning að þeim gangi vel í skólanum, hvatning að þeim gangi vel í þessu verkefni. Fólk er að lýsa heimaslóðunum sínum, fólk er að lýsa ferðunum sínum til Íslands, bara allt milli himins og jarðar. Og fólk er að skrifa á íslensku? Herðu, já, fólk skrifa sko íslensku, Google Translate kemur sterkt inn. Við fáum mikið af halló, bestu kveðjur. Í dag fengum við heilt kort sem var bara á íslensku frá Hollendingi og hann hafði greinlega notað Google Translate og hann endar bréfið sitt á því ég verð að fara núna, ég held ég hafi sér alveg rétt í þessu. Svo bara bestu kveðjur. Þannig að fólk er að reyna að skrifa íslensku sem er frábært. En við fáum líka bréf á frönsku. Við fengið heilu bréfabálkana á frönsku. Frakkar skrifa ekki mikið á ensku. Þannig að við erum líka að nota Google Translate að hjálpa okkur að þýða. En hvaða hópur er þetta sem er að senda ykkur póstkort? Sjáu ykkur merki það hvaða fólk er að svara þessari beiðnu póstkort? Já, það er ótrúlega mikið af ungu fólki. Fólki milli 15 og 30 myndi ég að segja. Og svo svona eldra fólk, ömmur og afar. En þetta er alls konar fólk. Við hefum fengið bréf frá læknum, kennurum, við hefum fengið bréf frá litlum börnum, hjúkrunarfræðingur mann ég eftir. Það er ýmislegt. Lestarstjóri senda okkur líka póst. Það er alls konar fólk, bara allavega hana. En er eitthvað svona póstkorta samfélög í heiminum sem er að svara ykkur? Já, það eru póstkorta samfélög. Það eru nokkuð póstkorta samfélög til dæmis Postcrossing sem er mjög vinsælt og það eru ykkur milljónir manna sem taka þátt í því. Við erum að fá mikið af póstkortum frá fólki í því samfélagi. Frímerkjasafnarar, þeir eru að senda okkur póst. Í vonum ykkur fágætt frímerki. Já, það er alls konar póstkorta samfélög. Við veit að þessu hefur verið deilt inn á póstkorta safnarafélagi í Brasilíu til dæmis. Og þið ætla að svara öllum póstkortunum sem þið fáið og hvað látið þið fylgja með í svarinu? Herðu, það er svona ýmislegt. Krakkarnir lesa hvert póstkort og reyna að svara út frá því sem að manneskjan skrifa. Ef manneskjan er að lýsa sínum heimabæ, þá lýsum við okkar heimabæ. Eða ef fólk er að lýsa póstkortinu, þá lýsum við póstkortinu. Stundum er fólk bara jafnvel með spurningar Ísland og þau reyna þá að svara eftir bestu getu. Ef þetta er bara svona, hérna er póstkort, gjörðu svo vel, þá svörum við líka bara, hérna er póstkort, gjörðu svo vel. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Við erum Reykjanes Geopark. Bláa lónið, Ferðamálasamtök Reykjanes, Sveitafélagi Garður, Grindavíkurbær, Heklan, Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja, HS Orka, Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Þekkingasetur Suðurnesja, Sveitafélagið Vogar. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur.
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, er sífellt á ferð og flugi og síðla sumars kynnti hún auðlindagarðinn á Reykjanesi fyrir orku- og umhverfismálaráðherra Frakklands, en jarðhiti er nýttur til margvíslegrar starfsemi á Reykjanesi og skapar mörg hundruð störf. Á fundi ráðherranna sem framfór í Bláa lóninu kom fram vilji þeirra beggja til að styðja við enn frekara samstarf íslenskra og franskra fyrirtækja á sviði jarðvarma nýtingar. Frönsk stjórnvöld hafa sýnt jarðhita nýtingu aukin áhuga á síðustu misserum, einkum á sviði húshitunar, en þar eru Íslendingar í meistaradeild ef svo má segja. Við spurðum Ragnheiði út í jarðhitan, þróun atvinnumála á Suðurnesjum, ferðaþjónustuna og fleira. Já, þetta er svolítið magnað að vera að nýta affalli frá Reykjanesvirkjun og hér þó nokkuð mikil starfsemi komin út á Reykjanesi. Það er ótt að segja að það hefur tekist gríðarlega vel. Það hefur tekist gríðarlega vel og við erum búin að fara í þessi fyrirtæki. Við fórum í Stolt Seafarm, við fórum í Orf líftækni, við fórum í Bláa lónið að sjálfsögðu og erum búin að vera og Reykjanesvirkjun sjálfa og að sjá hvernig okkur hefur tekist í þessu starfi í rauninni og með því að virkja allt þetta hráefni sem hér að skapa fleiri hundru störf í auðlindagarðinum þó að séu kannski einungis 20-40 í virkjununum sjálfum. Hinn störfin, Bláa lónið náttúrulega stærsti vinnustæðurinn með yfir 400 manns í vinnu, en allt þetta byggist á jarðhitanýtingunni sem er hér á Reykjanesinu og það verður frábært og fróðlegt að fylgjast með í framtíðinni því sem koma skal vegna þess að öll hyggja þessi fyrirtæki á einhvers konar stækkun eða aukning á sinni starfsemi og eru í þróun, þannig að þetta er einstaklega spennandi. Þau verðast öll fyrirtækin hérna vera svona að nýta sér allar helstu tækni nýjungar. Við sjáum róbóta hér í haustæki og eins og sé öll þessi fyrirtæki eru mjög framsýn. Algjörlega, og þetta er kannski líka dæmi nýsköpunina sem að verða í hefðbundnum greinum. Orkunýtingin er 40 ára gömul hér á Reykjanesinu en nýsköpunin sem að hefur orðið til í öllum þessum fyrirtækjum sem ég hefur að nefna hér og við hefum verið að skoða, hún er gríðarleg. Bæði eins og þú nefnir hér er verið að vinna hráefni sem við höfum gert í áratugi með nýrri aðferð sem er kostnaðarminni, betri, færir okkur aukin verðmæti og aukin verðmæti úr hverjum einasta fiski sem við draugum úr sjó. Við fjölgum þeim ekki en með því að gera nákvæmlega þetta sem verið er að gera hér og finna nýjar leiðir til að nýta hráefnið, þá erum við að auka virði hvers og einasta fiskjar sem upp á sjó kemur og þannig efla efnahaginn hér landi og þjóð til heilla, svo ég verði nú svolítið dramatísk í orðanotkun. Já, og svo ég taki nú orðinu þegar þú ert svona jákvæð. Það er sannlega búin að vera jákvæð þróun í atvinnumálum í þínu kjördæmi, í þínum heimabæ og nágrenni á Reykjanesinu að undanförnu. Við erum að sjá mörg þeirra verkefna sem unnið hefur verið að ára og jafnvel áratugaskeið verða að veruleika og það er gríðarlega mikið fagnaðarefni. Nú þurfum við að passa upp á að halda vel á spöðunum þannig að þetta geti allt saman orðið okkur komið inn í hagkerfið á sem bestum tíma. Við þurfum að tryggja það sé mannskapur og við þurfum að taka á þeim viðfangsefnum sem upp úr þessari stöðu kemur. En ég get sagt fyrir sjálfum mig að mér finnst mun skemmtilegra að glíma við þannig verkefni heldur en að sjá fólk sem ekki hefur tækifæri til þess að finna kröftu sínum viðnám og glíma við atvinnuleysi. Þannig að þetta eru viðfangsefni sem ég hræðist ekki og ég veit að með samstilltu átaki okkar, stjórnvalda og stjórnenda bæjarfélagana hér á Suðurnesjum, að þá mun okkur takast í sameiningu að finna út úr þessu og að sjálfsögðu með atvinnulífinu sjálfu sem að drífur þetta að sjálfsögðu áfram. Og ferðaþjónustan á rúmlega fleygiferð? Rúmlega fleygiferð. Við sjáum að framkvæmdirnar í flugstöðinni annað eftirspurn eða ekki akkurat í augnablikinu þegar sumarið er. En þetta er eitthvað sem við erum öll á fullu að vinna eftir. Hér á þessu svæði eru gríðarlega mikil tækifæri og við þurfum að fara að setjast yfir það í sameiningu og ferðaþjónustuna á Reykjanesinu sem hefur verið að skipuleggja sig vel saman með því að starfa saman í sínum samtökum og jarðvangurinn og annað sem er hér á svæðinu. Við þurfum að
passa upp á það að byggja hér upp vegna þess að hér allt til alls. Við erum með jarðhita, við erum með brúna á milli heimsálfan og margt annað sem kjörið sem mótvægi við þá staði sem eru kannski með meiri ágang og álag en eru samt nálægt höfuðborginni. Við höldum áfram að tína merka viðburði út úr fjölbreyttri dagskrá ljósanætur í Reykjanesbæ hér í sjónvarpi Víkurfrétta. Einn af þeim skemmtilegustu var hátíð í Höfnum en á lokadegi ljósanætur var boðið upp á menningardagskrá í félagsheimilinu í Höfnum á Reykjanesi. Þar voru sýnt verk eftir listafólkið Helga Hjaltalín Eyjólfsson og Valgerði Guðlaugsdóttur. Þá rifjuðu heimamenn upp sögur úr Höfnum en það voru þeir Ketill Jósefsson og Sigurjón Vilhjálmsson en Sigurjón einmitt bróðir þeirra systkina Elíar og Vilhjálms. Einn af nýbúunum í Höfnum, tónlistarkonan Elísa Newman, sem á ættir að rekja í hafnirnar, söng á tónleikum í Kirkjuvogskirkju ásamt manni sínum, Gísla Kristjánsinni og Bjartmari Guðlaugsinni. Við hlustum hér á nokkra tóna úr litlu kirkjunni. Okkur gaf og nú tökum það bara saman. Þannig týnist tíminn. Þannig týnist tíminn. Þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn. Þannig týnist tíminn. Þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta, endar sem gulnað blað, geymir óræð orð. Eins og gamalt heit sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Skvís rauðum kjól, enda komið vor, enda komið vor. Í gatslitnum gefjunnar fötum ég gekk á eftir þér. Hama ganginn þinn. Ár og öld ég lærði hver þú ert. Bara trúðu með brenda slóð hvert sem þú ferð. Ég veit hvað að gerast hér, komdu ekki nálægt mér. Ó nei, hér kemur fagur galinn minn. Hér kemur hjarta fljóturinn. Ég veit þú
þökkum fyrir áhorfið minnum við á og það er hægt að sjá eldri og mjög skemmtilega þætti Sjónvarps Víkurfrétta á YouTube rás Víkurfrétta undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Þið getið líka fundið þetta allt saman á vefsíðun okkar waf5.is. En við minnum á aðra fríska miðla Víkurfrétta eins og vikulega fréttablaðið okkar sem er búið að koma út í yfir 30 ár. Splunkunýtt efni í hverju einustu viku kemur í blaðinu. Við minnum einnig á waf5.is, þar eru nýja fréttir á vefnum á hverjum einasta degi og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Við þökkum fyrir okkur héðan í blíðinu frá Suðurnesjum. Verið sæl. Við erum Reykjanes Geopark. Bláa lónið, Ferðamálasamtök Reykjanes, Sveitafélagi Garður, Grindavíkurbær, Heklan, Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja, HS Orka, Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Þekkingasetur Suðurnesja, Sveitafélagið Vogar. Vertu velkominn á Rocksap Íslands. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.